Já, hörður, þetta hafðist á endanum. Já, þetta hafðist á endanum, ég meina við vorum undir allan leikinn, byrjum vel og svo einhvern veginn datt damburinn úr þessu og svo einhvern veginn náðu aldrei að stoppa og fyrir hann í fjórða og svo í framlengingunni, þá byrjum við að spila almennilega. Það virtist eins og svona þegar neyðum að mest þarna í fjórða leikluti eins og þið getur endalega spætt í, það þannig með þetta lið? Já, ég meina við erum alltaf allir í hörku formi og við sáum snjóinn úti og ég meina það vill lengi fara í sumarfrí þegar það snjór úti. Þetta var alveg, ég meina við vorum undir 10 stigum eða eitthvað og það var bara annarkvort þá eða aldrei. Þannig að ef við hefum ekki stigið upp þá hefum við alveg geta bara sleppt í að mæta. Þetta virðist hrynja ykkur leiti þegar að Sovits fer út af hjá Íringunum og þið farið að vaða uppi svolítið í sóknarfrákastum. Já, við náttúrulega nýttum okkur að nema að fara út af, við fórum að sækja það á stóramanni sem hann hefði átt að vera að dekka. Þannig að, og þeir skiluðu boltanum onni og það er helviti flott. 28 stig hjá Sigurði Þorsteinsssyni, hvað getur þið sagt okkur um hans leik? Hann náttúrulega alveg var magnaður í þessu leik, bæði hann og Serbinn. Og hann er bara nættur í úrslitakeppnina. Hann er eini sem er búinn að spila alla 3 leikina. Við spilum ekkert í Seljaskóla hinnir. Og þannig að við tekum hattana ofan fyrir honum. Takk fyrir þetta. Takk.